Góðu fundarmenn, það ekki hverjum degi sem maður stattur fyrir framan annan eins hóp fólks. Ég var beðinn að ávarpa ykkur hér í dag og ég ætla að segja ykkur stutta sögu úr íslensku stjórnmálum. Fyrir kosningarnar 2009 fór ég í framboð og endaði sem varaþingmaður Samfylkingarinnar. Flokkurinn vann svo stórsigur í þessum kosningum og það var ekki síst vegna áherslna flokksins í sjávarútvegsmálunum. Stefna var að stofna til nýs úthlutunarmáta á kvótanum þar sem allir hefðu jafnan rétt, markaðsvæða átti kvótann, þar sem ríkið yrði leigusali en ekki örfáa fjölskyldur. Og ríkisstjórnarsáttmáli VG og S var svo með nákvæmlega sama sniði. Loksins átti að taka á braskinu og óréttlætinu í meðferð á þessari sameign þjóðarinnar. Fljótlega var mér þó ljóst að hugur fylgdi ekki máli á flokkunum tveimur. Málið, það var auðvitað sett beint í nefnd og þar átti að ná samkomulagi við útgerðarmenn, ekki við þjóðina. Og í stað þess að fara í að hanna leið til að standa við loforðin nýjan úthlutunarmáta var farið í vinnu við að hanna svokallaða samningaleið sem í reynd þýddi að kvótinn yrði í ævarandi og óafturkallanlegri eigu kvótahafana. Og ekki einu sinni Sjálfstæðis- og Framsóknarmönnum hafði dottið önnur eins ósvífni í hug. Þetta var í raun og veru himnasending fyrir stórútgerðina. Og það sem ég var einn helsti tengilegu flokksins við grasrótina í kvótamálunum, þá fóru ákveðnir þingmenn Samfylkingarinnar að hafa samband við mig til þess að reyna að sannfæra mig það að þessi svokallaða samningaleið væri hið eina rétta. Þegar augljóst var að hún fól í sér að þjóðin í raun og veru misti algjörlega forræði yfir þessari auðlind. Og ég spurði þá hvernig þeim dytti í hug að biðja mig að styðja þau í að berjast fyrir því sem við vorum að berjast gegn. Og á svipum tíma þá var haldið stofnfundur í Samtökum íslenskra fiskimanna nánar tiltekið í nóvember 2009. Og þar mætti þingmaður VG talaði digurbarkarlega mjög að kvótakerfið væri meinsemd í íslensku samfélagi, það þyrfti að afnema og þau mannréttindabrot sem það felur í sér. Tíu mánuðum síðar þá var þessi sami þingmaður ráðherra mannréttindamála. Þá fór ég ásamt þessum fyrrverandi formanni Samtaka íslenskra fiskimanna á fund hans og við óskuðum eftir liðsinni hans til þess að berjast fyrir því að skuldbindingar ríkisins samkvæmt frægu áliti mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna yrði virt og að mannréttindi tveggja sjómanna sem að áliti fjallað yrði virt. 1, 2, 3, 4, 5, stóli, að íslenska ríkjum til uppfylla skuldbindingar sína samkvæmt þessu áliti. Ok, gott mál. Þarna á þessu fundi mætti okkur síðan allt annar maður heldur en sá sem að hafði talað digurbarkarlega nokkrum mánuðum fyrr kerfið. Núna þegar hann var ráðherra mannréttindamála vildi hann lítið ræða það eða gera eitt en eitt í málum sjómannanna tveggja eða varðandi kvótakerfið yfir höfuð. Og hann gerði raunar lítið úr þeim mannréttindabrotum sem nefndin hafi fjallað að hefðu verið brotin á mönnunum og hann gerði lítið úr þessum brotum með því að segja að hann myndi ekki vilja líkja þessu saman við þessum mannréttindabrotum, hann myndi ekki líkja þessu saman við það þegar að menn væru pyntaðir með að táneglurnar væru dregnar að þeim. Og þannig fór nú sjóferð þá. Og hann finnst ekki til að tjá sig þetta meir, en það þó gleðiefni að sjá að fyrrum mannréttindaráðherrann, hann farin að belgja sig út á ný með yfirlýsingum kerfið. En baráttan hélt áfram hjá okkur hinum. Og sérstök barátta, og síðast en ekki síðast, þá var sérstök barátta á þessum tíma varðandi makrílinn. Hann var ný auðlind hér á landi og það stóð til að kvótasetja hann með gamla laginu. Hann hafði aldrei verið auðvitað kvótasettur fyrr. Ég kynnti tillögur á fundi á Samfylkingunni á Hallveigarstígnum varðandi hvernig hægt verið að koma á sérstöku kerfi í kringum makrílinn. Hann yrði boðinn út á opnum útboðsmarkaði og þannig getum við tryggt þjóðinni háar tekjur fyrir notkunina. Og ég hafði reiknað út nokkurn veginn hverjar þessar tekjur yrðu. Og á þessu fundi voru nokkrir þingmenn Samfylkingarinnar og nokkrir áhrifamenn Samfylkingarinnar. Það er óhætt að segja að menn hafi verið vígreifir á loknum þessu fundi. Það var talað það
að af þessu yrði og þetta yrði gert. Það yrði barist fyrir því að þetta yrði gert. Og þessu trúði á þessum tíma. En framhaldið það var öllu dapurlegra. Þegar nær dró var orðið ljóst að ekkert var verið að gera og ekkert stóð til að gera af hálfu S til þess að tryggja að makríllinn yrði ekki gefinn með gamla laginu. Og umræddi þingmenn þeir hægt að svara mér, símtölum sem SMS-um þar sem ég spurði út í málið. Og svo fór þetta, gamla góða gjafa kvótaleiðin var farin. Og loks, þegar ég náði að hitta á umrædda þingmenn og krafa það svara, þá hélt einn því fram að ekkert hefði verið ráðið við VG í málinu og S hefði einfaldlega orðið undir. Og ég spurði, hvers vegna ríkisstjórnin hefði ekki verið sprengt vegna þess að risastóra máls, hvort að ég gerði sig grein fyrir alvarleikanum þess og það færi beint gegn ríkisstjórnarsáttmálanum. Og svarið, að þegar maður væri í samstarfi, þá er það að gera málamiðlanir. Ég veit ekki. Hugsið ykkur, málamiðlanir. Við erum að tala um að þarna var að vera að höndla með eigur ríkisins upp á vel yfir 100 milljarða og það þurfti að gera málamiðlanir. Við vorum bara raunin að spá sko í svona netfrétt til að sko... Þarna var makríllinn einfaldlega gefinn sem hlutaði út af hrossaskaupum í baktækla makki, þekkja flokka. Vel yfir 100 milljarða eign þjóðarinnar notuð sem skiptimynt í baktjaldamakki. Og svona virkar nú pólitíkin á Íslandi. Alltaf skulu sömu loforðin sett fram í aðdraganda kosninga, flokkarnir kosnir út á þau til þess eins að svíkja leið og kosningar eru afstæðnar. En hvernig stendur á því að þingið og þjóðin eru sífellt ósammála? Og alltaf þegar það gerist, hver verður þá undir? Þjóðin. Andstæðingar nýju stjórnarskrárinnar, þeir segja að nú verði stjórnarskrá sé góð og það sé ekki vegna hennar sem að þjóðin verði ætíð undir. En út af hverju, öðru, ætti það þá að vera. Því staðreynd er að það er nákvæmlega ekkert í núverandi stjórnarskrá sem kemur í veg fyrir að flokkarnir geti hagað sig með þessum hætti. Og það er svo gjarnan talað um það fyrir endurnýjun, það dugi. Og siðvæðingu stjórnmálanna. En það vex bara nýr hausáskrýmslið leið og einnig saga þeirra. Og þess vegna skiptir engu máli hvort að núverandi sjávarútvegsráðherra er neyddur til að segja að sér, það myndi bara koma einhver ný strengjabrúða í sjávarútvegsráðuneyti í staðinn daginn eftir. Og ég get hér fullyrt að ef nýja stjórnarskráin hefði verið lögfest, þá gætu valdhafarnir ekki leyft sér að haga sig með þeim hætti sem ég hef hér lýst. En ef þeir myndu gera það, þá hefur nýja stjórnarskráin yfir fjölmörgum úrræðum að ráða til þess að gefa almenningi færi á að grípa inn í. Og ekkert slíkt hefur núverandi stjórnarskrá upp á að bjóða. Og heldur ekkert auðlindaákvæði sem tryggir að auðlindin sé í réttmætri og raunverulegri eigu þjóðarinnar. Sem og kröfur nýju stjórnarskrárinnar sem þýðir að reynd að bjóða verður upp kvótann og fá full gjald fyrir nýtingu hans. En þetta geta skuggastjórnendur Íslands auðvitað ekki leyft. Og þess vegna var henni stungið ofan í skúffu af leiguliðum þeirra á þingi. Og það er ótrúlegt að sjá þennan svokallaða forsætisráðherra okkar sem þykist vera vinstri manneskja, taka þátt í svikunum og reyna svo að semja nýja stjórnarskrá sem hentar auðvaldinu og tróðin upp í kokið á almenningi. Og sem afleiðing af gríðarlegri auðsöfnun þessara aðila, það er ennfremur, flesturum verðmæti í landinu að falla þessum aðilum skaut. Fáeinar fjölskyldur sankaði sér milljarðatugum og hundruðum sem ýmist virðist komið í skattaskjól eða notaði til að sópa upp öllum öðrum verðmætum hér á landi. Laxeldi, bakari, olíufélög, tryggingafélög, mjólkurbú, verslanir, niðursöðasmiðjur, skipafélög, fasteignir, jarðir, kortafyrirtæki og margt fleira. Morgunblaðið. Þeir segjast vera nægilegt fé til nauðsynlegra endurnýjunar skipaflota og búnaðar og fleira, en fá nægilegt fé til þess að kaupa upp allt Ísland. Staðreynd er að við erum að verða leiguliðar í eigin landi og við getum hreyft okkur á þess að versla við þessa aðila, einokunartilburði þeirra og ringar myndanir. Og það sem verst er að þessi þróun á eingöngu eftir að hraða á sig þar sem núverandi kerfi tryggir þessum aðilum aðgang að gríðarlegu
fjármagn í áskrift og við þetta getur einfaldlega enginn keppt. Og þetta má einfaldlega líka því við að við séum að spila Matador. Við, almenningur, við búum á Reynimel í grænu húsi. En útgerðarmennir, þeir eru allar hina göturnar og þeir eru að koma sér upp hóteli á þeim öllum. Ég horfi núna á dætur mínar og ég hugsa með mér, ættum við að skilja þetta vandamál eftir fyrir börnin okkar og barnabörn? Eða ættum við að leysa þetta fyrir þau? Ykkar er nefnilega valið og ykkar er valdið, þið eru dómurinn og nú er kominn tími til þess að við látum hamarinn falla. Takk fyrir.